hérna, það spurningin þetta, flokkana, og það virðist vera, þú hefur verið að benda á það í athugasemdum á vefnum hjá mér, að það séu, sko, það eru valdaklíkur sem að stjórna á Íslandi. Já, ég held að stærð hrunsins á Íslandi og fumið í viðbrögðum með viðbragðaleysunum við því sem við erum að sjá núna, og svo maður nefni eitt dæmi að þá virðist eiga að fara að bera út núna fólk úr húsum sem að munu standa auð á eftir, og það er enginn sem veit hvað á að gerast í þessum efnum. Ég held að það sé til, svo maður einfaldi máli, að þá held ég að það sé til skýring á þessu sem að skýri dálítið mikið af þessu eins og stærð hrunsins og þetta algera fum í viðbrögðum við því. Og mér langar til þess að smætta þetta niður það sem ég myndi kalla þá staðhæfingu að Ísland sé andverðleika samfélag. Það er ekki þannig að Ísland sé bara ekki verðleika samfélag, heldur Ísland andverðleika samfélag. Andverðleika samfélag. Og það felst í því að allt sem heitir reynsla, geta og þekking á málefnum er ekki bara sniðgengin, heldur oft beinlínis fyrirlitin. Og mér langar til þess að taka nokkuð dæmi. Ég ætla reyndar að segja fyrst að ég held að þetta sé öðruvís í Íslandi heldur en í mörgum öðrum löndum að því leyti að hér er þetta oft þannig að á tilteknum vettvangi þó að það sé hlutfallslega jafn mikið af verðleika fólki, þá er það svo fátt að það verður auðvelt fyrir undirmálsfólkið að rotta sig saman og ýta burt verðleika fólkinu. Í stærri löndum þá er þetta yfirleitt þannig að það er þessi hópur verðleika fólks þó að hann sé hlutfallslega jafn lítill, þá er hann nógu stór til þess að honum tekst að setja ákveðnar lágmarkskröfur hæfni til dæmis til að gegna ákveðnum störfum og getu og feril. Já. En mér langar til að taka nokkuð dæmi um þetta andverðleika samfélag sem við búum í. Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík, þeir hafa báðir þá yfirlýstu stefnu að komast framarlega á alþjóðavettvangi sem rannsóknarháskólar. Þessi skólar, þeir hafa ekkert gert síðustu 5 árin eða svo af því sem að þyrfti að gera og væri hægt að gera til þess að nálgast þessi markmið. Þótt manni finnst þessi markmið stórkostleg, þá er þetta rétt átt að stefna í. En það hefur ekkert verið gert þrátt fyrir þessar yfirlýsingar og þrátt fyrir mikla fjármuni á tímabilinu 2005 til 2008 hefur ekkert verið gert til að stefna í þessa átt. Og þá spyrir maður hvernig stendur á þessu þrátt fyrir þessar yfirlýsingar. Og það er nærtækt að skoða hverjir þeir eru sem stjórna þessum skólum. Í æðstu stjórnendur þessara 2 skóla, það er svona 15 manna hópur. Í þessum 15 manna hópi er nánast engin. Það er einasta manneskja í allri yfirstjórn þessara 2 háskóla sem hefur verið hérna í 3 ár kannski. Það er ein af þessum 15 sem hefur nokkuð tíma starfað svo heiti geti í háskóla og alþjóðavettvangi. Og samtímis segja þessi skólari þeir ætla að fara að ryðja sér til rúms á þessum vettvangi. Annað dæmi er bankamálaráðherrann, það er að segja viðskiptaráðherrann í hrunstjórninni. Þetta er maður sem vissi ekkert bankamál umfram manninn á götunni þegar hann tók við embætti og fyrir hans fram af því snerist fyrst og fremst um valdabrölt í því valdaklíkubatteri sem Samfylkingin er. Þessi maður var að gera bankamálaráðherra. Menntamálaráðherra, núverandi menntamálaráðherra, hefur náttúrulega litla eða enga reynslu í menntamálum, það er ekki lenska hér og nú myndu margir segja að það er auðvitað þannig í mörgum öðrum löndum þó það sé kannski ekki alls kostar rétt, það er mjög gjarnan skuggaráðuneyti í öðrum löndum þar sem að fólk setur sig inn í málaflokk og þegar það eru stjórnarskipti þá kemur fólk með einhverja minnstakosti skoðanir og þekking á málaflokknum, það gerist ekki hér. Menntamálaráðherra hefur ekki slíkan bakgrunn en það er kannski ekki það versta. Hún gæti hugsanlega krafla sig fram úr þessu ef hún fengi sér góða ráðgjafa, en hvað gerir hún? Hún ræður aðstofamenn sem eru alveg jafn reynslulausir og hún og hafa vita nákvæmlega ekki neitt til dæmis skólamál og menntamál. Og ennþá verra, hún réði sér sérstakann ráðgjafa sem ennþá starfar, sem heyrir beint undir ráðherra, ráðgjafa sem átti að leiða endurskipulagningu háskólakerfisins. Þetta er manneskja sem er með meistaragráðu frá Háskóla Íslands og hefur aldrei verið starfsmaður í háskóla. Það er að segja að hún aldrei verið starfa í háskóla nema sem nemandi. Þessi manneskja á að leiða endurskipulagningu háskólakerfisins sem hafa talið nauðsynlegt að fara út í eftir hrunið og er svo sannarlega full þörf á. En þetta er manneskja sem hefur enga reynslu af háskólastarfi. Svo ef við tökum svo stjórnmálaflokkana þá er ástandið eiginlega ennþá verra þar vegna þess að þar er þetta andverðleika samfélag algert. Því að það er aldrei tekist á stefnu í neinum málum innan stjórnmálaflokka í Íslandi. Aldrei. Það eru fylkingar hérna og það eru fylkingar í stjórnmálaflokkunum og ef við tökum eina fræga fylkingu þá er það Össur versus Ingibjörg Sólrún í Samfylkingunni.
ég veit ekki, ég hef aldrei talað með þessar fylkingar hefði eitthvað ólíkar stefnu í pólitík. Þetta eru bara valdablokkir. Og vegna þess að baráttan innan stjórnmálaflokkana snýst alltaf um völd og aldrei um stefnu, þá hefur aldrei verið mótun neins stefna og það er ekki til neins stefna, það er ekki til neins stefna í menntamálum, það er ekki til neins stefna í atvinnumálum, það er engin flokkar sem hafa svona stefnu. Og ég held að þetta sé kannski helst ástæðan fyrir því að hrunið var eins hrikalegt og raunbar vitni. Fyrsta lagi að þessi bóla var blásin upp svona ofboðslega áður en hún sprakk og hins vegar að viðbrögðin við því hafa verið nánast engin. Þetta er algjört það er algjört kaos. Og það held ég að stafa af þessu að það er markvisst haldið í burtu verðleika fólki frá stöðum og störfum sem að það þarf í og þó að það er ekki þannig að þetta fólk sem situr í þessum klíkum að það hugsi beinlínu svona, ég ætla að halda þessu mannest í burtu ef hún getur eitthvað, en þetta er orðið andrúmsloft sem að viðheldur sjálfur sér og þetta gerist sjálfkrafa þess að fólk hugsi út í það. Allir sem hafa einhverja skoðanir, einhverja getu og sem að gætu gert hlutin og bætt ástandið, að þeim er haldið í burtu því þeir eru óþægilegir. Og það sem gerist er að undimálsfólk sem að nær svona völdum í svona klíkum, að það versta sem það veit, það er fólk sem hefur einhverja verðleika og getur gert eitthvað því að það varpar löngum skugga á þetta undimálsfólk. Og þetta er ástandi sem við höfum til dæmis á Alþingi Íslendinga. Þetta er ástandi á Alþingi Íslendinga svo sannarlega, þar sem að Alþingi Íslendinga er oft verið líkt við málfundarklúbb í framhaldsskóla. Ég held að mér hafa fundist umræðurnar vera á lægra plani þar heldur en í menntaskóla. Þær eru oft rökrædni og málefnilegri í menntaskólum heldur en á Alþingi, en nú er Alþingi ekki lengur málfundarklúbbur. Þetta er miklu frekar mýrabolti með engum bolta. Já.